Jæja, það komið föstudagur, enn einn helgin og velkomin í Helgar viðtalið. Hjá mér stattur núna væntanlegur og vonandi væntanlegur þingmaður, framtíða þingmaður, og hann að bjóða sig fram fyrir nýjan flokk sem heitir Lýðræðisflokkurinn. Baldur Borgþórsson, vertu velkomin. Hvað segir maður? Fyrsta sæti í Reykjavík Norður, er það ekki? Jú, fyrsta sæti í Reykjavík Norður, þar lausnin, þar býr hún. Þar býr hún. Já, ég þakkaði fyrir að bjóða mér. Já, vertu ævinlega velkomin. Takk. Og bara til að, þú veist, öll spil sé upp á borðinu og gegnsæi alveg hérna út í gegn, þá ég líka sem sagt í framboði í Reykjavík Norður. Með mér? Með þér í 7. sæti. Já. Þá er það bara frá. Það er ekki hægt að gera blaðamál úr því, það liggur fyrir nú þegar. Það liggur fyrir nú þegar. Heyrðu, hérna, Baldur, segðu mér hérna, aðeins áður við förum inn í hérna stjórnmáli. Við vorum að tala saman hérna áður við byrjum þetta viðtal. Veist, þú átt langan að farsæran lyftingaferil og hérna sem ólympískur lyftingamaður og sem hérna kraftlyftingamaður. Já. Og hérna, hvaðan ertu? Ertu úr Reykjavík eða? Já, ég fæddur og uppalinn í Reykjavík og svona Reykjavíkurbarn alveg heill í gegn. Já. Hefur reyndar búið annars staðar svona stuttar stundir inn á milli en ég náttúrulega bara eins mikill Reykvíkingur held ég og hægt að vera. Hægt að hafa. Já. Hérna, mína fyrstu minningar af hérna lyftingum eru þær að ég bjó niðri í hérna Laugarnesi. Já. Ég flytt þangað 1982 og einhvern tímann ég að labba niður í það sem núna bara þvottalaugarnar. Já. Og þar var jakaból. Já. Og ég læðist þarna upp að einhverjum glugga og búinn að heyra að þarna eru lyftingamenninni og ég svona, það einhver smá rifa þarna og ég eitthvað reyna, þú veist, kíkja þarna inn og það einhver þarna inni, svo allt í henni heyri ég bara einhver svakalega öskur og ég var svo hræddur að ég hljóp í burtu. Já. Ég segi þetta er mín fyrstu kynni af kraftlyftingum. Já. Hver voru þín fyrstu kynni af þessari merkilegu íþrótt? Já, það nú svolítið, þetta var auðveldara fyrir mig. Bróðir minn Birgir Þór Borgþórsson, hann sem sagt eldri ég, hann 5 árum eldri. Já. Hann fer í þetta þegar hann ungur árum, 15-16 ára gamall og var þarna á þessu tíma, ég var rétt orðinn Íslandsmeistari í ólympískum lyftingum og einhvern veginn, það var mín leiðin í þetta sport. Þú byrjar í ólympískum lyftingum sem er svona guðsgreinin í íþróttaheiminum á okkar mati. Já, og ég segi bara, þetta er aðal lyftingagreinin. Já, þetta er sport. Já, þú veist að lyfta sko þessari þyngd frá gólfi og yfir höfuð. Já, það er náttúrulega ótrúlegt afrek. Þú þarft eiginlega að vera þú þarft að vera með snerpu eins og 100 metra hlaupari. Já. Þú þarft að vera með mind over matter hæfileika, algjörlega umfram allt sem eðlilegt er. Já. Þetta er svo margir þættir sem þetta reynir inn á. Já. Ef ég ætti að velja einn þátt sem er mikilvægastur í þessu sporti, þá er það hugurinn. Já. Því að snerpan ein og sér eða krafturinn einn og sér, lipurðinn, og það var lipur eins og fimmleikamaður til að geta verið í þessu. Þú veit, sko, þegar ég einu sinni var ég með Gvendi Sig og hann var að sýna mér svona, Gvendur Sig náttúrulega, góðsögnin og guðfæðirinn. Já, í ólympískum lyftingum í Íslandi. Og hann er ég hittast stundum upp í World-class í Breiðholti og bara lítur hrikalega vel út og bara komin á 8 aldur og lætur ekkert á sjá. Það er magnað. Ótrúlega flottur. Enn að lyfta. Já. En hérna, þú þarft að vera rosalega hreyfanlegur í úlliðum og öxlum. Að ná þessu hérna upp. Já, axlateygurnar hjá okkur voru bara sambærilegar og hjá spjótkosturum til dæmis. Já. Sem þurfa að hafa gríðarlega liðleika í öxlum. Þetta er til að slöngva spjóturum sem lengst. Já. Og við í rauninni lærðum, þegar ég í sinni í jakabóli, þá voru þarna Einar Viljáms og Siggi Matt og svona strákar sem voru að æfa þarna líka. Já. Og fleiri, þetta er Óskar Jakobsson, Hreinn Vilhjálms. Kúluvarpari. Já, Hreinn Halldórs. Hreinn Halldórsson. Og Guðni, Kringlukastari. Já.
man ekki hver son Guðni var, magnaður íþróttamaður líka. Já. Og þessi strákar kendu manni sko allar teygjur sem maður þurfti eins og með axlastellið og allt það, við notum kústsköft og annað sko. Já. En á þessum árum eins og þú varst vitni að þegar þú kíktir á gluggann, þá var þetta náttúrulega rosalega frumstætt. Þetta var gamalt aflagt hús. Þarna byrjaði ég minn feril, byrjaði að æfa þarna 1978, 14 ára gamall. Þá hleypti bróðir minn með loksins með sko á æfingu. Og þarna mætti maður alla daga og stundum 2 á dag og stundaði þetta mikilli elju og kynntist öllum þessum frábæru karakterum. Já. Kári Katsilla eins og við köllum hann, Elíasson frábær, Ingvar Jóel, skólabróðir minn, hann elti mig í sportið. Já, hann ótrúlegur íþróttamaður. Hann var magnað fyrirbæri. Efni líka. Já. Og ég vil meina hann hafi bara fæðst í hvort sem ólympískar lyftingar eða kraftlíkar. Já. Mjög hæfileikaríkur. Gummi Helga sem nú látin, blessuð sé minning hans. Þorsteinn Leifsson og Steini Leifs, Steini Leifs, mikið af flottum karakterum og ég ekki búinn að nefna hann á brotaprófinu. Agnar Már Jónsson, Jón Páll væntanlega. Jón Páll, Sigmarsson. Hjalti Úrsus, Magnús Ver. Listin endalaus. Þetta bara rjóminn af okkar bestu á allur sína sögu í jakabóli. En þú átti þess að Íslandsmeistaratitil í kraftlyftingum, í ólympísku lyftingum. Já, marga. Já, í kraftlyftingum líka. Mjög marga líka. Og svo hefur þú náð þessari heilagu þrennu. Já, það sko fyrir áhorfendur sem að þekkja það ekki, þá við köllum það hérna heilugu þrenningu, ef ég geri það. Já. Það ef þú nærð að bæta við þessa 2 titla, Íslandsmeistaratitl í vaxtarækt. Já, þannig að þú átt þarna 3. Já, þetta höfðu bara 2 náð áður sem ég vissi af og það var alltaf Guðmundur Sigurðsson sem var alveg fantagóður í öllum þessum greinum. Og fyrsti Íslandsmeistarinn í vaxtarækt. Og fyrsti Íslandsmeistarinn í vaxtarækt. Var ekki Hrafnhildur með honum? Jú, Hrafnhildur. Já, Hrafnhildur. Valbjörns. Já. Hrafnhildur Hákonardóttir. Já. Sem sagt, hún heitir það í dag. Já. Og svo náttúrulega Kári, vinnur okkar, Kári Elís. Hann náði, Kári Elíasson, hann náði þessum áfanga líka að landa þessari þrennu og þeir voru báðir mjög glæsilegir þó þetta hafi verið á svona frumstigi sko vaxtaræktin hérna heima á þessum árum. Já. Þá voru þeir samt þegar maður skoða myndir í dag alveg með ólíkindum góðir. Já, gríðarlega flottir sko. Ekkert langt sem ég sá myndir af Gvendi Sig. Já, bara að heimsmælikvarða að mínum mati sko. Hrikalega flottur. Já, og Kári ekki síðri. Já, þykkir og grjótharðir og... Þannig að ég ákvaði að mér langaði að ganga í þennan klúbb sem að fyrir voru aðeins 2 aðilar í og ég vona að ég sé ekki að gleyma neinum en ég man ekki eftir neinum öðrum sem hefur náð þessari þrennu sko. Já. Og svo gleymist þetta, ég lendi í bílslysi og eitt og annað gengur á í lífinu og síðan fer ég að þjálfa aftur hérna 2005-06 eitthvað svoleiðis. Okay. Þá fer ég aftur í þjálfun og ráðgjöf og niður í vörklass. Já. Og kona mín þá byrjuð Linda Jónsdóttir, hún byrjuð að keppa í fitnessinu. Já. Við góðan orðstýr. Þannig að ég hugsaði ef ég næ nú að lappa eitthvað upp á mig eftir öll slysin og vesenið, þá væri nú gaman að ná þrennunni, þá kviknar aftur á þeirri peru. Já. Og ég vinn að því hörðum höndum, alveg í rauninni úr engu, ég fór illa í slysi á þessum tíma. En ég náði með svona gömlu Jakabóls þrautseginni, þá náði ég að ryðja mér í þetta form með áföllum á leiðinni þó, 2013, á 50. afmælisárinu. Og þá náði ég þessum 3. gullna titli og náði þar að leiðandi að ganga í þennan klúbb með þessum góðu félögum sem þar eru. Já. Og ég segi aftur að það mín mistök ef ég að gleyma einhverjum hvort það væri mögulega 4. meðlumur en ég man ekki eftir því. Ef hann að einhverstaðar úti þá bara... Já, þá byrst ég mjög innilega afsökunar, þá það óviljaverk. Og við bjóðum hann í viðtal. Allan daginn. Já. Herðu, úr lyftingum yfir í stjórnmálin. Já. Þú sem sagt kemur fram á sjónarsviði fyrst sem stjórnmálamaður með Miðflokknum. Já. Og nærð kosningu inn í Reykjavíkur
inn í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík. Já, 2018. 2018. Þá það atriði á dagskrá. Já, og þú ert hvað, varamaður þar í Já, þá ég borgarfulltrúi í öðru sæti, það fór einn borgarfulltrúi inn, Vigdís Hauksdóttir. Já. Og ég þá varaborgarfulltrúi, svo nefndur, en starfandi. Þetta ekki svo varaþingmaður sem kallaður inn eða ekki kallaður inn. Heldur starfaði ég í flestum ráðum og nefndum hjá borginni í þessi 4 ár. Já. Til 2022 og fékk þá, það jókst áhuginn. Ég hafði bara áhuga á að reyna að koma einhverjum góðum hlutum í gegn, að margt sem maður hefur séð svona, sem maður skilur ekki af hverju viðgengst í pólitík og þarna gerði maður sitt besta til að ná einhverjum búðum. Maður náði því nú stundum eftir krókaleiðum og svona kom einhverju góðu til leiðar, en náttúrulega í minni hluta það erfitt, en þó meiri hlutin gat alveg verið sko opinn fyrir hugmyndum einhvers konar breytingar á því sem þeir voru að fara í, það vegferðir sko. En svo voru náttúrulega svona stærri mál eins og borgarlína sem maður komst hvorki afturbraka áfram með. Ég var með góðar hugmyndir í því til dæmis að þetta væri allt úr dýrt verkefni. Já. Og komið aðrar mjög flottar lausnir, en það vildi enginn hlusta á það. Nei. Þær eru góðar enn þannig daginn í dag, ég nota þær enn í dag. Já. Og þær eru gulls í gild en þá sko. Það má bara draga þær upp seinna. Já, ég fer beint í það ef að Guð lofar og við komumst inn á þing, þá mun ég fara rakleitt í það aftur sko. Já. Segðu mig, hvernig bara að starfa í stjórnmálum? Eins og þarna færð þú bara svona, hvað segir maður, ekki bara dansaþefin, heldur þú ert bara borgarfulltrúi? Já, það sem að kom mér á óvart þar inni, og ég, eftir mínum besta skilningi, ég kynntist nú aðeins Alþingi líka í gegnum vinnu og vandamenn sem voru þar inni. Það sem kom mér á óvart þarna inni var að mér fannst vera allt og mikið að þeir sem að réðu þarna, þeim væri meira sama hvað hinn almenni borgari vildi, voru meira kom einhver í gegn sem að þeim sjálfum hugnaðist. Og það akkurat þetta rof milli sko kjósenda og stjórnmálamanna sem að slæmt. Ég alveg viss að þetta ekki vísvitandi sem að þetta á sér stað, en það einhvern veginn gleyma menn sér, þeir eru orðnir kjörnir hvort sem inn í ráðhúsi eða Alþingi. Það eins og að gleymist að þeir eiga að vera þarna inni sem fulltrúar kjósenda. En ekki að vera inn á Alþingi eða ráðhúsi til þess að láta einhverja persónlega drauma framganga. Og þá ég að meina ef að stór meirihluti borgarbúa til dæmis á einhver ákveðin skoðun og vill ná einhver ákveðin fram, þá kom mér á óvart þegar aðilar meirihlutanum sögðu að það skipti þá bara einhver máli. Já. Okkur alveg sama hvað fólki vill, við ætlum að gera þetta, svona frasar sko sem maður heyrði, sem voru reyndar ítrekka ekki sagðir á lokuðum trúnaðarfundi, heldur að þeim loknum. Já. Það kom upp mál á tímabilinu þar sem að ég var sakaður að rjúfa trúnað, en ég var búinn að spyrja sérstaklega, ég fundi lokið og það var staðfest. Já. Og ekki það að ég ætla að skammast, þetta prýðis fólk, meira og minna, sem var í meiri hluta og minni hluta að sjálfsögðu. En við þurfum að laga þetta. Já. Stjórnmálamenn verða að muna að þeir eru þjónar fólksins en fólkið ekki þjónar þeirra. Nei. Það svona línan sem að ég vil svona skerpa á. Það oft talað að fólk breytist þegar kemur inn á Alþingi til dæmis, að það fari þá að vinna kannski fyrir flokkin eða vinna fyrir einhverju öfl sem að það kannski leit ekki út fyrir að fara að vinna fyrir. Ég sammála því að það eins og eitthvað skýi. Það kannski einhver tíðarandi eða einhver andinn á þingi. Já, ég held að þetta sé, sko, eins og, ég ætla nú ekki að nefna neinn nöfn að þetta vera svona skemmtilegt helga viðtal, en ákveðin aðili sem tala mikið að stjórnmálamenn eigi að stjórna en ekki embættismenn og allt það, fór til Parísar og undirritaði alls konar skjöl, sem að í dag virðast hafa verið gert af því að það var stemmari fyrir því. Já. En það var bara ekki stemmari fyrir því, skilurðu. Það var stemmari fyrir því inn í
stjórnkerfinu en ekki meðal almennings. Kannski stemming fyrir Þannig að það Evrópusambandinu. Þetta eitthvað andrúmsloft greinilega sem það greinilega erfitt að fara beina línu eins og þú ert búin að plana þegar þú kemur hann inn. Já. Ég get alveg fullvissa hlustendur það að það haggar ekkert margföldum Íslandsmeistara í alls konar greinum. Þannig að fyrir þannig. Hann stendur línuna alla leiði, sko. Já, það er gott að vita staðföstu manni. Þannig. Já, það þarf að vera. Og ég er ekki persónulega að saka fólk vísvitandi að vinna gegn þjóðinni eða eitthvað slíkt. Það er bara þessi lína gleymist. Já. Þú ert inni að þjóna fólkinu en fólkið er ekki að þjóna þér. Já. Mér finnst bara sem Íslendingur, þá finnst mér við vera mjög til dæmis, við tökum rosalega vel á móti erlendu gestum. Já. Og þorum alla að segja nei við ef það er útlendingur sem að spyr eða kemur með einhverja hugmynd, þá einhvern veginn þorum við ekki kannski að standa á okkar. Og mér finnst það kannski svona, þegar kom einhverju straumar erlendis frá og þá náttúrulega inn í pólitíkina, þá finnst manni kannski stjórnmálamenn vera kannski helst til leiðitamir eða gagnrýnislausir. Já. Og til dæmis bara eins og núna með, það er búið að ræða þessa loftslagsskatta og það er, fjármagn til Úkraínu og það virðist bara vera ef að kemur beiðni að utan, þá er hún bara afgreidd sem já. Já. Og þessi, nú það veit ég ekki hvernig löggjafarsamkoman Alþingi virkar, en það er verið að segja að reglugerðir frá Evrópusambandinu, þær séu bara sjálfkrafa næstu í stimplaðar. Já, það er blasir við mér. Það er nákvæmlega þannig að því að EES-samningurinn er mjög góður að öllu leyti, myndi ég halda, að því að í samningnum er sérstakt ákvæði að við, Ísland, við höfum fulla heimild til að hafna upptöku á einhverjum reglugerðum eða lögum sem koma frá í gegnum samningin frá ESB. Já. En því ákvæði hefur aldrei verið beitt. Það er málið. Já. Og það, sá hlutur er rauninni óskiljanlegur af því að á þessum tíma sem að þessi samningur hefur verið í gildi og hann hefur skilað okkur mjög mörgu góðu, sko. En því miður hafa líka slæðist með hlutir sem eru bara alls ekkert góðu fyrir okkur. Nei. Og það er vegna þess að þingmenn hafa bara einfaldlega brugðist þeirri skyldu sinni að vera gagnrýnir á þetta og nú getur enginn af þeim flokkum sem eru á þingi í dag talað að þetta séu hinir flokkarnir af því að þessi flokkar eru allir búin að vera á þingi þegar hver bunkinn á fætur öðrum kemur inn andmælalaust meira og minna. Ég ætla nú að undanskilja flokk fólksins, ég veit ekki alveg hvernig það getur verið að þau hafi sett fram andmæli við einhverju. Já. En þá er ég að tala þá flokkar sem hafa stjórnað á þessu tímabili. Það eru meira og minna allir flokkar sem inn á þingi í dag að undanskildum flokki fólksins. Já. Píratar, þeir samþykkja nú hvað sem eða kemur frá ESB, þannig að það breytir ykkur þó þeir hafa ekki verið í stjórn. En þá er ég að tala Framsókn, Miðflokkinn, sem stjórn, þá er náttúrulega Sigmundur Davíð, skilurðu, þó að það hafi heitið Framsókn þegar hann var forsætisráðherra. En til dæmis í þau 3 ár sem hann var, þá rúllaði allt í gegn og engar athugasemdir, sko. Já. Þannig að það er ódýrt að tala í dag þegar Bjarni eða Sigmundur eða hver það er að tala að vissulega að beita þessu og allt það. Þeir hafa aldrei gert það sjálfur, sko. Þannig að ég get fullvissa hlustendur það að því ákveðið verður beitt aftur og bak og áfram og hægri og vinstri að þegar við eigum að gera það, við eigum ekki að taka upp lög og reglugerðir sem að passa bara ekki við Ísland. Við erum eyja út í miðju hafi og erum að samþykkja alls konar hluti sem að hafa bara ekkert með Ísland að gera. Já. Og það er aldrei góð regla að taka slíkt upp eins og orkupakki 1, 2 og 3. Já. Þetta var nú reyndar ekki með nöfnum fyrstu 2 pakkarnir, heldur bara alls konar reglugerðir og sístein sem var rent hér í gegn. Og þetta kemur ekki nafn á þetta fyrir orkupakki 3 kemur. Já. Einhverjum ástæðum, hitt bara var einhverjir orkupakkar, ekki pakkar heldur lög sölu, framleiðslu og annað á orku.
Og það sem ég vil meina að þetta fari illa út af sporinu upprunalega sennilega á árunum 2013-16 og það þegar koma þeir eru skilduð eftir þessum reglugerðum að vera með millilið í orkusölu. Já, ég maður til því þegar... Og það fannst mér afar slæmt að það skildi vera samþykkt en ég meina Sigmundur Davíð var þá forsætisráðherra og var í lófa lagið að bremsa það. Einmitt. Meir og minna frá 2014 held ég til 16 var verið að vinna að því að koma þeim pakka í gegn og hann fór síðan í gegn 2016 og þá allt í einu fór maður að fá sendingar í kjölfærið að maður ætti að fara að velja sér orkusala og svona og mér fannst þetta mjög Já, nú og skilja að framleiðslu og dreifingu ekki. Jú, það sko mér fannst þetta ekki rétt leið, þetta verið að alltaf þegar koma svona skref, þá segi ég alltaf nú salami aðferðin komin í gang, að byrja að taka niður sneiðan eininni, við erum ekki að afsala okkur yfir áðum yfir orkunni, við erum bara að selja nokkra sneiðar en auðvitað klára salamíði fyrir rest. Og við eigum aldrei að taka skref í þess aðtan, eða það alveg möguleiki að við reynum að vinda ofan af því og með einhverjum hætti, alltaf erfitt eins og pólitíkus að vita þegar það búið að koma í gang hérna alls konar aðeila fættin að selja rafmagn og það nægir, þú getur bara verið hérna með fartölu og verið orkusali svona þannig þú þarft ekki að hafa til þess annað en skráningakerfi og senda út gírasella nánast, það liggur við bara sendi innheimtu seðla Já, þannig að sko að því leið þú setur milliliði þá eykst kostnaður það bara þannig sko og eins með orkuframleiðsluna sjálfa að sko það algjör skilir að íslenska þjóðin eigi áfram Landsnet og Landsvirkjun og að Landsvirkjun verði áfram leiðandi í orkuframleiðslu hvað varðar vatnsaflsvirkjanir og jarðvarma en við eigum ekki að nota vindmyllugarða af neinu tagi. Sko, ef að eitthvað slíkt sem einhvers konar varakerfi eða eitthvað, þá gæti það mögulega verið hjá Landsvirkjun upp á að tryggja afhendingar öryggi frá þeim, en að ætla að fara að hleypa hér í gang vindmyllugarða búgarðum út all land númer 1 eyðilegging á landinu, þá missum við þennan stimpil að vera áhugavert land að heimsækja, að því að þessar vindmyllur engin smásmíði sko. Nei, þetta alveg upp í 200 metra hæð á þessu sko. Já, ég sé svona í Kaliforníu. Já, við missum það bæði það, við missum þá þetta einstaka sko óspjöllu náttúra stimpil sem við höfum. Og í annar stað fylgir þessu annar höfuðverkur og það að í Skotlandi, Svíþjóð, Danmörku og öllum þessu löndum þar sem að þessir vindmyllugarðar hafi verið settir upp. Þá fylgir þessu annar böggur sem ekki víst að hlustendur hafi heyrt minnst á áður. En það á öllum stöðunum það þannig Skotlandi til dæmis, 2023. Þá þurftu Skotar að greiða eigendum vindmyllugarða 90 milljarða í bætur. Bæturnar eru þannig tilkomnar að ef það þarf að slökkva á þessum vindmyllum vegna þess að flutningskerfið þolir ekki álagið af því sem kemur inn, snúast allar eins og brjálaðar í roki og allt það, þá þarf að slökkva þeim. En fyrir hverja mínútu eða fyrir hver kílówatt sem þeir hefðu geta verið að framleiða meðan það slökkt, fá þeir síðan bætur fyrir hjá Skotska ríkinu. Þetta ríkistryggður rekstur. Þetta á að heita einhver einkavæðing sem í rauninni gengur út á það að ríkistryggingi skili öruggum tekjum. Þannig að þarna sko allt í einu búið að gera sko Skotska ríkið eða sænska eða danska eða norska ábyrgt fyrir kaupum og vörur sem ekki þörf á. Það að segja þegar orkukerfin, sko flutningskerfin þola bara ákveð mikið álag. Og gallinu við vindmyllur, það framleiða bara brjála rafmagn þegar þeim dettur í hug, skilurðu, en það hefur ekkert samhengi við toppana á notkun, skilurðu, bara engin sammerkjari. Þegar vindar blása þeim í hag þá. Þannig að þessi hugmynd svo slæma á svo margan hátt fyrir Ísland að við segjum bara nei takk með risastóru nei, sko. Gott, heyrðu, þá erum við búin að afgreiða það, orkumálin, en ég ætla að fara inn í vaxtamálin.
stóra málið. Já, mér langar að ræða þau við. Það eitthvað sem snerti bara mína pingju persónulega. Já. Og en aðeins áður en ég gera það, bara þín aðkoma inn í lýðræðisflokkinn. Hvernig er hún komin til? Hún þannig tilkomin að ég ákveða að ég og Miðflokkurinn eigum ekki lengur samleið 2021. Já. Ég taldi að flokkurinn væri komin út af sporinu miðað við það sem upp var lagt með. Og það voru ýmis mál sem að þar komu inn og það voru mörg atriði sem að gerðu það að verkum að ég taldi að ég væri eitthvað rétt stað. Og ég ákvaði það til að fara yfir í Sjálfstæðisflokkinn aftur sem ég hafði verið í frá þegar ég var krakki, sko. Já. En ekkert virkur þannig, bara kaus flokkinn og mamma kaus hann og allir kaus hann. Já. Út á gömul og góð gildi, þá vorum við að kjósa hann svona að því að við horfðum að Sjálfstæðisflokki sem svona eins og Albert Guðmundsson, Davíð Oddsson. Já. Þessi toppmenn sem enn mína fyrirmyndir, sko. Já. Og sérstaklega Davíð Oddsson núna í syndið. Þetta voru svona alvöru menn sem var umhugað allar stéttir í landinu og þeir stóðu vörð inn í Sjálfstæðisflokknum fyrir þau gildir sem Sjálfstæðisflokkurinn hafði þá. Já. En síðan fer flokkurinn út af sporinu og ég sé að Sigmund á sínum tíma og heillast á honum og fannst hann vera með góðar hugmyndir. En þegar ég kem tilbaka í flokkinn og ætla þar að taka slaginn með Arnari Þór til dæmis, ég að snúa þessari óláns stefnum sem að komin á flokkinn yfir í gamla góða aftur. Eftir 2 ára streð þá var bara ljóst að þetta myndi aldrei ganga upp. Nei. Þetta það mikli varnarmúrar sem búið að byggja utanum þessar nýju, förum ekkert eftir stefnunni, gerum bara það sem okkur dettur í hug, grúpu. Þessar nýju leiðtogar. Það ekki hægt að brjóta niður það múra, það bara virðist ekki vera hægt. Er það einhver flokkseigandi klíkar sem bara leggur línurnar? En þetta var langur formáli hjá mér, vaxtamálið. En nú kemur nefnilega ástæðan fyrir því að við Arnar erum konir að ég gekk til liðs með Arnari Þór í þessu nýja flokk, lýðræðisflokknum, XL. Og það að ég hafði lengi verið ósáttur við vexti. Mér hefur alltaf fundist skrítið og reynt að fá svör víða af hverju borga Íslendingar svona yfirgengilega vexti á sínum íbúðalánum og fyrirtæki svona hálán af sínum lánum vegna fasteigna og rekstur svo annað. Og ég hef aldrei fengið hérna haldbæra skýringu. Bara af því bara og Ísland þarf að vera svona og hins einn og sér og það krónan og við þurfum evru og við þurfum dollar og alls konar. Við þurfum að fara í ESB. En svo ég þurfti bara að finna skýringuna sjálfur. Og skýringin svo að íslenskt peningakerfi í grunninn þannig uppsett með lögum og reglugerðum að það stillt, ef þú tekur bara termostat, það stillt á hag lánastofnana og stóra fjármagnseigenda 100%. Já. Almenningur og fyrirtæki eru í nulli á þessum kvarða. Þegar ég ber saman sama termostat í öllum nágrannalöndum okkar, allir í Evrópu eins og hún leggur sig, sem innan ESB-svæðisins, en líka í Danmörku og Svíþjóð sem að ég mér finnst gott að nota sem samanburðarlönd, að þar termostati stillt sko á nánast ekkert á lánastofnanir og stóra fjármagnseigendur, heldur að mestu leyti á almenning og fyrirtæki og það gert þannig að eins og í þessu svaka verðbólgubáli sem kom í kjölfarið af Rússastríði og COVID og því öllu, þá ruku vextir á allstaðar hjá nágrannalöndunum verðbólga upp í 12%. Já. Ég tók eftir einu sem var öðruvísi þar heldur en hér. Stýrivextir, seðlabanka viðkomandi landa, stoppuðu í 4%. Ég leitaði mér upplýsinga með að googla bara á annað því engin svör fékk ég frá fræðimönnum hér og það gert af því að það talið svona siðferðileg mörk, þolmörk á því hvað hægt að bjóða lántökum, það að segja heimilum og fyrirtækjum, bændum til dæmis sérstaklega hérna heima. Já. Þetta bara þolmörkin. Ef það farið ofar, þá ekki hægt að reka heimili fyrirtæki eða bíli. Já. Og þetta á bara yfir línuna, þannig að
þegar verst lét þá fóru íbúðalánavextir til dæmis í 4,08% í Svíþjóð. Já, þegar verst lét. Já, þegar verst lét og í Danmörku 3,8 eða hvað líka. Ég var að borga hérna, það kom hérna sem sagt 50 punkta lækkun, hálfs prósentustigs lækkun, ekki að þar síðasta vaxta ákvörðun degi. Já, og það fór 9,25 niður í 9. Já, 25 punktar. Já, ég var að borga sem sagt að mínu láni hjá Landsbankanum 10,75. Já, þeir lækkuðu í 10,25. Nei, ég held að það sé niður 10,5 bara. Fóru 10,75 niður í hérna 10,5 og eru þar. Já. Þannig að hérna, og það sko, ég er að borga sem sagt af hverri milljón í dag. Fyrir hverja milljón, þú veist, þá er ég að borga 9.000 krónur fyrir hverja milljón. Þannig að 10 milljónir, það gerir þá 90 skall. Þegar vextir voru fyrir lægstir, þá var ég að borga bara rétt 4 skall fyrir hverja milljón lánaða. Þannig að afborgunin hefur rúmlega tvöfaldast. Og það er rosalegt sko. Og komum kannski að segja bara með 50 milljónir eða eitthvað, bara 450 skall bara hver mánuð. Mín kennaralaun bara... Þau er ekki að dekka þetta. Nei. En það sem að þetta veldur, Hlynur, er að sko, ef við tökum þarna, ef við setjum, þetta er mjög einfalt að laga þetta. Útskýrðu það fyrir mig. Hver er leiðin? Einfaldleikinn, briljansinn yfir því er þannig, við þurfum að sjálfsögðu ekkert ESB, að því að hlustendur verða átt að sjá ef að Viðreisn ætlar að fara í ESB viðræður, sem ég sé ekkert að, mega það alveg, þjóðin, á bara að spyrja þjóðina fyrst, það er eina sem ég segi. Það er að það tekur að líkindum minnstakosti 10 til 12 ár áður en að það yrði að veruleika. Og ég segi bara, er ekki búið að blóðmjólka þjóðina nógu lengi ef við ekki bara gera þetta sjálf og gera þetta strax. Við gerum þetta þannig að við breytum lögum á Seðlabanka, við gerum Seðlabanka Íslands skylt að styðjast í svokallaða SVFNVF, eða það er að segja eða VFNVF heitir þetta, vísitala neysluverðs, án húsnæðisliðar. Þetta heitir samræmd vísitala neysluverðs í Evrópu og inn í því dæmi er nánast ekkert húsnæði. Inn í þeirri vísitölu? Já, húsnæði vegur bara ekki neitt. Hérna heima vegur húsnæði tæplega þriðjung af Neyslu vísitölu. Já, og það þýðir ágætu hlustendur að þegar að verðbólga var í Evrópu 12% og hérna 11,6%, þá var rétt verðbólgumæling hér heima 8,3%. Mínus húsnæði. Það er að því að húsnæðisliðinum, hann er settur inn hér í þeim tilgangi einum að hækka verðbólgumælinguna, sem hækkar afborganir, sem hækkar óverðtryggða vexti, sem veldur verðbólgu. Að því að hækkun lánakjara fer beint út í verðlagið og þú getur búið til verðbólgu með að hækka stýrivexti. Þetta þýðir það að ef við tökum þetta í einfaldleika sínum, að í dag ungt fólk, eldra fólk, allir sama hver það er, sem ætlar að kaupa sér 3 herbergja íbúð, 80 milljónir, nýleg íbúð, ekkert fancy en fín íbúð. Það er bara einfaldlega verðið í dag. Þá getur fólk greitt út í þeirri íbúð 20%, 16 milljónir og tekið lán 64 milljónir. Afborgun af slíkur láni til 40 ára í miðað við lánstíman á Íslandi. Óverðtryggt lán þá? Óverðtryggt. Afborgun af slíku láni á Íslandi í dag er mánaðarleg 600.000. Ef þú tekur nákvæmlega sama lánið í Danmörku eða Svíþjóð, þá er afborgunin 200.000. Þannig að þú sér hvað þetta er gríðarlega mikil áhrif sem þessi bæði rangt reiknaða verðbólga og þessir okurvextir sem eru framleiddir af Seðlabanka Íslands sem leyfir sér það. Í dag er raun verðbólga á Íslandi tæp 2%. Stýrivextirnir eru í 9%. Þetta er svo galið að það hálfa væri nóg. Og þá segja menn, þetta getur ekki verið svona einfalt. Jú, þetta er svona einfalt.
Við göngum inn á Alþingi, við leggjum fram þingmál þess efnis að breyta skuli þessum lögum Seðlabankann. Samhliða breytum við lögum gerum breytingu á lögum með lífeyrissjóði. Þar inni ákvæði 3,5% raunávöxtun sem algjört bull, sko. Það bara fell út þau lög, málið dautt. Segðu þetta aftur, Ég ætla að geyma það. Já, okay. Tökum bara aftur að þetta flækt í hugan. Ég svo vanur þessu að ég tala þetta svo þetta sé bara kaffi eða te. Já, við erum að gera þetta einfalt. Við erum að hafa þetta einfalt. Já, svo hlustendur skilji. Sem sagt, lausnin þessi, við setjum þak á heimild Seðlabanka Íslands, með honum sé óheimild að ákvarða hærri stýrivexti en 4%. Já. Þannig erum við að þvinga Seðlabanka Íslands til að gæta sömu siðferðismarka og þekkist í öllum okkar nágrannalöndum, allir í Evrópu og þó víða væri leitað. Já. Þetta þýðir að álagið dreifist á lántaka og lánveitanda. Já. Og því hærra sem hún fer, því mikilvægara að það sé lánveitandinn, að því að lántakin, heimilin, bændurnir, fyrirtækin, myndu ekki þola, það yrði bara fjöldagjaldþrot. Þess vegna þetta gert svona úti, ekki á góðmennsku, heldur að því að þetta bara siðferðileg mörk og skynsemismörk. Hin liðurinn sem við breytum er á Seðlabanka, þetta mjög einfalt. Þetta bara lög. Það sem sagt engin siðferðismörk hjá Seðlabanka Íslands? Nei, það má segja að við séum í dag með siðlausan Seðlabanka sem ákvarðar stýrivaxtahækkanir eingöngu með hagsmuni stórra fjármagnseigenda og lánastofnana í huga og virðir gjörsamlega vettugi heimilin, bændurna, fyrirtækin. Já. Ég er svona aðeins að hugsa tilbaka þegar þessi gjaldeyrislán voru dæmt ólögmæt á sínum tíma hérna eftir hrun. Það voru rökin þau að þú gast ekki séð fyrir hvernig vaxtaþróunin yrði. En er þetta ekki svipað? Þetta er nákvæmlega sami hlutir. Þú takir lán í dag segjum bara stýrivexti 7-4% og þú setur borga einhverja 5% vexti eitthvað þess. Og þá er Seðlabankinn bara með opna heimild til að hækka vexti á þig óendanlega. Óendanlega, það er. Þannig að Seðlabankanum er þá bara í sjálfsvald sett að setja bara þjóðinni, eða bara alla lántaka í gjaldþrot. Sko, þetta er eins og þeirra íslenski stjórnmálamenn sem fátt sem gerir mig reiðan. Það sem gerir mig reiðan, það er þegar ég heyri í pólitíkusum í dag stæra sig að því að þeir hafi verið svo klárir að Ísland hafi verið fyrst landa á okkar slóðum til að koma sér á balans eftir hrunið. Það er rangt. Það var gert með því að svipta 50-60.000 manns heimilum sínum og selja heimilið þeirra á spotprís. Og hins vegar var það gert með okurvöxtum sem voru ákvarðaðir með stýrivaxtaákvörðun Seðlabanka Íslands, meðan að nágrannaþjóðir okkar allar sem ein létu þetta alls ekki fara á heimilin og fyrirtækin og bændurna, heldur settu aðalálagið yfir á fjármagnseigendur og lánastofnanir til þess að þjóðirnar, til þess að myndi ekki sama skeð þar. Þetta hefði þýtt til dæmis í Þýskalandi. Þú getur ímyndaðir ef að 5 milljón manns hefði mist heimili sitt vegna handvamar fjármálageirans, það hefði náttúrulega bara orðið bylting. Hérna heima varð búsáhaldabylting reyndar, en hún dó mjög fljótlega út. Pólitíkusar tóku þessa pólitísku ákvörðun, látum heimilin og fyrirtækin blæða. Og svo stæra þeir sig í dag að þessu. Bjarni Benediktsson, Sigmundur Davíð og fleiri. Steingrímur Jóð. Á þessum tíma fóru þetta bara svona stýrivextir í Evrópu bara niður í 0%. Já, það er þeir, sko, ef þú skoðar bara tölfræðina þarna, þá fer bara allt í 0. En þá fórum við... Já, sko, við fórum á tímabili, mjög lágt, en svo var bara ákveðið, látum bara skrílinn borga. Og kom okkur út úr þessu. Og þá bara rjúka hér upp vextir og annað. Svona hefur þetta alltaf verið, þannig að nú segjum við hjá lýðræðisflokknum bara nóg er nóg, hingað og ekki lengra, það er bara komið tími á þetta. Setjum þessi lög, þetta er full heimild sem við höfum til þess að grípa inn í, að því lagasetningavaldið er hjá Alþingi, ekki Seðlabankanum.
ekki gleyma því. Já. Og ef að við fáum þennan hlut í lag, ég vil meina, og ég held að hlustendur séu með sammála, þetta sennilega eitt stærsta hagsmunamál Íslendinga, þar að segja fyrirtækja, heimila og bænda og búalis, sem ég man eftir frá því ég fæddist. Já, það munur eins og þú sagðir áðan, sko, þú veist, ef maður að borga, hvað sagður, í Danmörku 250.000? 200.000 slétt, já, á móti 600.000 hér. Já, 400. Sama lánsfjára, upphæð, sami lánstími. En maður getur sparað 4,8 milljónir á ári. Já, getur ímyndað þér hvað þetta myndir létta á, af því að þegar við tölum til þessum bændur, þá eru þeir náttúrulega undir sama, við ræddum við bændur á Suðurlandi og okkar oddviti á Suðurlandi er Elvar Eyvindsson sem er bóndi, mjög vandaður maður og velgerður. Og við spurðum að ég hafði samband við hana því að við höfðum áhuga að fá hann til að leiða fyrir okkur í því kjördæmi. Og ég spurði hann, segðu mér á Elvar, hvað er það sem er að ganga bændum döðum í dag? Er það kvóti eða þetta hitt? Hann sagði, Baldur minn, það er bara nákvæmlega það sama og er að ganga við ykkur döðum í Reykjavíkinni. Vextir. Já. Og hann tilkynnti mér að þetta væri það alvarleg staða á orðin á mörgum bílum, þar sem að sérstaklega það sem yngri bændur hafa verið að taka við búum og annað. Af því að þar er ekki bara íbúðalán sem er þá á bílinu sjálfu. Heldur eru flestir náttúrulega með rekstrarlán líka vegna rekstursins. Já. Það eru traktorar og útihús og fjós og alls konar hlutir. Já. Og þau lán eru náttúrulega vega mjög hátt, eru hærri heldur en á bílunum sjálfum. Íbúðalánin. Já, þannig að þar bændur eru kannski að borga 1,5 milljón á mánuði af þessum 2 lánum. Já. Í staðinn fyrir 450.000 ef við myndum breyta hafa hafa sömu leikreglur á peningamarkanum hér eins og eru í öllum nágrannalöndum okkar, hverju einu og einasta. Já. En þetta er gríðarlegt hagsmunamál. Þetta er svo stórt hagsmunamál að því að við tökum bara sér dæmi hvernig ætla að skera niður, við ætlum að vera með niðurskurð í ríkinu, ef við ekki að byrja á því að með þessum breytingum þá erum við sennilega að fara að spara ríkinu 50-60 milljarða í vaxtagreiðslur á ári. Já. Ríkið er í dag að borga rétt 90 milljarða á ári. Og hefur verið dugleitt að skuldsetja sig. Já, ég meina það kemur svo vel fyrir summa. Fjármagnseigendur. Já, það er bara þannig. Þannig að nú er bara komið, svo maður sletti nú bara power to the people, hugsum fólkið fyrst og aðra hluti. En spáðu þetta, ef að greiðslubyrði, þú veist, af þessu láni sem þú nefndir hérna, hvað var 64 milljónir? Ef það færi úr hérna, hvað það eru, 600 í 200. Í 600 í 200. Þú veist, ég sem kennari, ég þarf ekki að fara í verkfall þá. Þar kemur inn á málið, ég hef alltaf sagt, þetta er 1000 mála lausnin. Þetta er stærsta kjarabót. Við leysum náttúrulega af stóru hluta til, launakröfur eru ekki komnar til af því að fólk er gráðugt. Launakröfur kennara og þeirra stétta læknar núna, næstir í röðin og annað. Ég skil kennara svo vel að þurfa að fara þessa leið og ég veit, það er algjörlega kýrskýrst að öll önnur stéttafélög munu fara í sömu vegferð. Það er að því að allar stéttir eiga ekki fyrir okurvöxtunum í dag. Ég get tekið sjálf á mig sinn dæmi, ég er ekki feimið við það. Já, nú stórt og fínt hús sem ég er búin að svona þræla mér út fyrir að eiga í dag, ég og konan. Og við vorum að borga 280.000 krónur á mánuði með 4,4% vexti sem voru fastir í 3 ár, óverðtryggt lán. Já, og hlustaði 4,5%. 280.000 krónur. Á mánuði? Já, þessi 3 ár dött út núna fyrir 2 mánuðum. Já. Greiðsla fór úr 280 í 620.000. Vá. Og maður hugsa bara 340 skall bara. Já, og það er þrátt fyrir það að þetta sé lán sem við erum búin að borga í 3 ár og allt það, sko. Já. En þetta er með 4,5% vexti. Þannig að ef við værum sem eru samt háir vextir. Ef við værum búin að setja þessi lög sem við erum allir bara að setja á daginn sem við tökum við. Já. Þau taka gildi samdægurs. Hlutirnir breytast á einu sólarhring. Bara leiðu komast inn í húsið. Tölvukerfi, það er bara slegin inn í staðreind. Já. Þá verður til nýr raunveruleiki. Fjármagnseigendur þurfa að hafa aðeins meira fyrir því að græða meira.
Það einu sem breytist. Fá bara aðeins minna. Og við getum farið í kertafleitingar fyrir þá á tjörninni, þeir sem vilja, sem ég hef ekki vonað á þurfi, að því það ekki bara í góðu lagi. En þetta dæmis að með lánin, að ef þetta lán okkar hjóna væri til dæmis með 3% vöxtum eins og eru í Danmörku í dag, eða 3,5% óverðtryggðum eins og eru í Svíþjóð í dag. Sko 200 krónu talan ég miða hana við Svíþjóð, sko. Já. Þannig að ef við höfum yfir í Danmörku sem ég held að sé komin í 3%, þá ég að borga undir 200.000. Kannski verið 150 skall eða? Já, 160, 70, 80.000. Einmitt. En þar fólk verður að opna augun og skilja, það verið að fara svo illa með þjóðina. Já. Þetta veldur þunglindi, fjárhagsáhyggjum, þetta eyðileggur allt skemmtilegt í lífinu að geta ekki gengið frjálsum, farið glaður og brosandi í sína vinnu, verið með fjölskyldinu og glaðast á kvöldin helgar, kíkt í bústað eða gert eitt og annað. Öll svona gleði hverfur að því að fjárhagsáhyggjurnar verða þyngri og þyngri og þyngri, þá kæfir alla gleði í fólki. Það er ræðilegt að til dæmis þegar maður kannski búinn að koma sér upp einhverjum sparnaði, svo bara fann að ganga á hann, það svo bara nálgast maður nullið og bara sé. Við hjónin erum í þeim sporum í dag að við erum náttúrulega komin á þann aldur, 61 árs gömul. Bara eignaupptaka. Að við erum náttúrulega að ganga bara sparnað núna, við eigum náttúrulega ekkert fyrir þessum 600 og eitthvað þúsundum. Þannig að við erum bara að éta sparnaðin og samkvæmt könnu sem kom út núna í lok september, þá var staðan svo að 60.000 heimili í landinu eru búin með sparnaðinn og eru farin að fjármagna sig til þess að eiga fyrir sáðan með aukinni lántöku. Bara taka yfirdráttarlán? Yfirdráttur, hækka lán sem til þess að reyna, til þess að endurfjármagna, það allir sem gera það, en ekki bara endurfjármagna sig, heldur endurfjármagna sig til að eiga varasjóð til þess að geta borgað af láninu sem það var endurfjármagna. Þetta svo galið, af því að það var ekki nóg með að óverðtryggðir vextir var svona háir, heldur eru búin að skrúa upp verðtryggðu vextina líka. Þannig að í dag greiðslubyrði af þessu láni sem 200 í Svíþjóð, 200 eða sennilega undir 200 í Danmörku, lægri vextina þar, og 600.000 hér. Ef þú ferði verðtryggt með það, þá ertu samt að fara að borga 400.000. á mánuði. Þannig að það lagar ekkert mikið, vitandi það að vinafólk, frændfólk og annað í nágrannalöndum okkar að borga nákvæmlega sömu lánsfjárhæð 200.000 krónur og hlustaðu nú. Það þykir sögulega hátt í Danmörku og Svíþjóð. Það að því að vextir eru að jafnaði ekki 3 eða 3,5% þar, heldur milli 1 og 2%. Og það góður vinur minn og vinahjón, þau keyptu sér í Svíþjóði fyrra og Svíarnir hugsa bara, eru þau galin kaupa þeirra svona háir vextir, þá voru þeir ennþá 4% slétt. Nú eru þeir konir í 3,5%. Bankinn ráðlagði þeim þegar þau keyptu þessa íbúð, konan fekk stöðu þarna úti og keyptu fína íbúð í Gautaborg. Og bankinn sagði þeim að við skulum hafa þetta með lausum, svona óbundum vöxtum núna og svo munum við láta ykkur vita, ráðleggja ykkur að þeir eru komið niður fyrir 2%, að þá sé þetta að fara að skoða, en þá stendur ykkur til boða að festa vextina út lánstíman. Það að því að þarna í nágrannalöndum okkar sem eru siðmenntuð, þar þessi fyrirsjáanleiki og stöðuleiki grunnforsenda fyrir því að fólk geta á sér eitthvað líf. Hérna á Íslandi erum við stöðugt í nagandi stressi, verður lánið í lagi eftir 3 mánuði, 6 mánuði eða ár og við vitum aldrei hvað að fara að ske. Þessu breytum við. Svo eitt með lán hérna á Íslandi, að þú getur tekið lán með breytilegum vöxtum sem breytist bara eftir því hvað Seðlabankinn hækkar sína stýrivexti og svo getur þú tekið lán með föstum vöxtum en þeir eru bara fastir í kannski 2 ár. Þannig auðvitað það bara lán með breytilegum vöxtum. Þetta er blekking. En það sem að lánastofnanir í þessum nágrannalöndum okkar að gera, þeir bjóða út lánstíma. Þetta eru 30 ára lán hjá þeim, sko. En í þessu reiknistæmi mínu var ég með 40 ár þar og 40 ár hér. En málið að þeir festa út 30 ára lánstíman
en ráðleggja sínum kunnum, þarna Íslendingu sem að við kunni ekkert inn á þetta, þeir hefðu hæglega geta sagt, þeir vilja ekki bara festa vextina henni í 4 eða 3,5 eða hvað það er. Nei, það er bara, þar er unnið fyrir kunnan. Og þeim er ráðlagt, við skulum hafa lausa vexti núna, óbundna, og við látum ykkur vita, það þegar vextir milli 1 og 2%, þá getur verið skynsamlegt að festa þá út lánstíman. En það er rosalega að hafa gott að hafa fasta vexti út lántíma, þá veistu bara, þú veist alltaf hvað þú fara að borga. Hvað þú fara að borga. Og nú, svo getur ég sagt þetta hrylling svo eftir að þú vilt. Heyrðu, sko, nú erum við náttúrulega komin í 50 mínútur. Já, þetta er að verða gott. Já, en segðu sko, mér aðeins frá því, lýðræðisflokkurinn er með kosningaskrifstofu í Faxafeni 10 og það er gengt útsölumarkaði 66 norður sem flesti vita hvar er. Og þar verðum við með blikkljós og alla græjur og tóma gleði á sunnudaginn þegar við opnum klukkan 13. Opnum og formlega þá? Formlega opnum þá. Einmitt. Og bjóðum alla hjartanlega velkomna. Já. Frábært. Það verður gaman að sjá sem flesta. Já, sundag klukkan 1 ég mæti. Já. Því að nú er þessu víkingasverðin komin á loft og þetta eru vaxtarsverð svo kölluð. Já. Og þeim verður beitt að krafti eftir kosningar með stuðningi kjósenda. Fáum vexti fyrir fólk en ekki banka. Vaxtaræktarvexti. Já, vaxtaræktarvexti. Það er komið að því. Já, heyrðu, við þurfum bara að eiga hryllingssöguna síðar, það ekki? Við geymum hana. Geymum hana? Já. Þetta er svona eins og þið segja teaser fyrir næsta þá. Ég lofa því að leiðilega stór hluti í íslensku þjóðarinnar þekkir hryllingssöguna hefur lent í henni sjálf. Það eru nokkra búin að... Þetta verður spennandi. Það er framhaldssaga. Það er framhaldssaga. Er eitthvað í lokin, Baldur, sem þú vilt hnykkja á? Já, ég vil bara... Er myndavélinni þín hérna? Já, ég vil bara biðja hlustendur að ég veit að það er allir búin að missa alla trú á stjórnmálamönnum. Við erum í raunin ekki stjórnmálamenn. Ég, Arnar Þór, Kári, Sveinn og fleiri sem erum í þessu, Hildur og allt þetta góða fólk. Við erum í þessu af illri nauðsyn, þar sem að við teljum að allir flokkar hafi brugðist okkur og íslensku þjóðinni. Nú ætlum við að laga hlutina og við ætlum að laga þann hlut sem að hefur hvílt eins og mara á þjóðinni í marga áratugi. Við ætlum að tryggja okkur öllum vexti eins og þekkjast í okkar nágrannalöndum til þess að tryggja að við getum átt hamingjusamt, gleðiríkt og gott líf, ekki bara við, heldur börnin okkar og barnabörnin okkar líka. Tökum slaginn, merkjum XL og breytum raunveruleikanum yfir í gleði. Takk. Frábær lokaorð, Baldur Borgþórsson. Já, þúsund þakkir og sunnudaginn klukkan 1. Klukkan 13. Klukkan 13. Hjartanlega velkomin. Hjartanlega velkomin. Faxafen 10. Faxafen 10. Góða helgi og góða stundir. Takk.